Komið þið öll blessað og sæl og velkomin á Morgunkorn. Ég ætla ekki að vera hérna lengi uppi. Við ætlum að fá að heyra breytingarnar sem voru hérna á bókasafni Kópavogs og bókasafni Garðabæjar. Og Margrét Sigurgeirsdóttir ætlar að byrja og fjalla aðeins bókasafn Garðabæjar og þær breytingar sem hafa orðið þar á undanfarið. Síðan tekur Lísa Valdimarsdóttir við og fjallar hérna breytingarnar á bókasafni Kópavogs. Og í lokin ætlar hún Lísa þess að leiða ykkur gegnum safnið. Þannig að ég byrja bara því að gefa Margréti orðið. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Af hverju ekki breytingarna vegna? Rosalega gott að fara út fyrir þægindaramma. En ég brá mér að bæ í nokkur ár. Bakgrunnur er ég vann á Valnesbókasafni í allmörg ár í svona millistjórnarstöðum og fór alls konar ráðstefnur og var í vinnuhópum eins og Next Library og slíkt. Þannig að maður var komið svona ansi góðan gagnagrunn. En svo brá ég mér að bæ í nokkur ár en kom svo aftur tilbaka í fyrra í bókasafn Garðabæjar. Tek þar við, það er útibú og aðalsafn. Það er á Garðatorgi. Útibúið sem var 60 ári í gær er á Álftanesi. Ég var í afmæli til að vera 10 í gær, í gærskappi. Rosalega flott og pólitíkur sem er komið og æðislegt. Sem er mjög mikilvægt. Við erum að fá með okkur. En landslagið er alltaf að breytast. Það er endalaus þróun og maður veit eftir í reynslubankanum og það sem maður er að gera í dag, spjallin sem er á í almenning, að þá svona við nokkuð veginn hefur maður svona púlsinn kannski hvað fólk vill. Maður heldur það alltaf. Þannig, og maður sér það með nýju kynslóðum, það er þróun, fólk vill fá svona þjónustu, það breytist í rólegheitum. Þessi nokkur ár sem ég fór í burt, þá sá maður svona smá breyting. Fólk er ófinnur að segja hvað það vill og svona. Það er alltaf að vera opnar og opnar. Og það er svo margt sem megum gera almenningsbókasafni. Það er allir opnir til í allt. Almenningur finnst ekki farið asnalegt. Pólitíkur sem finnst ekki farið asnalegt. Það er svo skemmtilegt hvað megum gera mikið. Og svo líka þetta. Áherslan, hún er aðeins fast af bókunum. Svona út á við, maður horfir út á við, maður horfir utanfrá inn. Þetta er bara svona núlskur áráður hjá okkur fyrir lestir. Fáum fólk inn, ekkert endilega forsendum að það sé að lesa, en svo er bara bækur út allt. En ég ætla svona aðeins að segja frá breytingunum og ég mun segja stundum ég og stundum við og ég meina alltaf við. Bókasafn Garðabæjar Stafsúlkið. Því að við erum saman í þessu. Maður gerir ekkert nema að vera saman. Fyrir ári síðan, þá þurfti ég að búa til plan. Ég kem þarna inn og ég með náða þess að fjarlægða að vera í burtu nokkur ár og þau hugsaði hvað var ég búin að læra áður. Þetta var svona aðal. Fólk vill ekki gangi inn í bókageymslur. Það eru örfáir sem hafa áhuga að ganga inn í bókageymslur. Þannig að við viljum kannski ekki hafa bókasafn sem bókageymslur. Og svo þetta líka, það er alltaf að verða svona skúpp nýtt, þannig að það sjást svolítið í gólfið. Það þarf að raða upp og nýtt þannig að sjáast í gólfið, þannig að fólk gangi inn í rými en gangi ekki á hillur. Og hérna á Garðatorgi, við byrjum þar, eiga við það. Og þá var það kannski að því bókasafn er oft fyrir fjölskylduna, þannig að barnadeildin var kannski eftir á dagskrá hjá okkur, og það sjást í gólfið þar, sem ég noti það orð. Þannig að það var svona aðeins ítt til og frá. Ég sýni myndur eftir þessu. Ég ætla aðeins bara að hafa inngang, svo ég þurfi ekki að röfla alveg sem ég gefi myndunum, svo annars gefi ég kannski ykkur. Og það sem ég nota þessar 100 dagar sem ég kom inn í bókasafnið og notaði það, þá sér maður það, þegar glöggt er gest á vega. Þá sér maður, og ég punktaði hjá mér allt sem ég dætti í hug. Það er ennþá fullt á listanum, sko. Og það var fyrsta sem ég sá að ég gekk inn að ég datt afgreiðsluna, hún var svo stór, hún fóldist yfir mig, þannig að þurfti að minnka afgreiðsluna. Og ég sá að það vantaði miklu fleiri útstillingar, þannig það fór líka á blaðið. Og svo erum við með hillunar á bókasafninu, ég er stór, það er bara hérna, það eru 2 og eitthvað, rosalega háar, þannig það er svona veggir, svo ekki meiri loftað en ég, sko. Þannig bara svona fjöll á nynni. Og ekkert þess að hjól undir svoleiðis hillur, skiljum við. Það er bara hættulegt. Við þurfum hjólahillur.
Og það líka þetta, fólk vill fleiri viðburði. Þannig við settum þetta svo, fleiri viðburði. Það fórum við hugsun bara. Og uppgöðum gagna, við erum alltaf að tala um djúið, brjóta djúið. Það var aðeins byrjaði hérna, við ákveðum að halda áfram. Ræða gögnunum upp fyrir gestinum, ekki fyrir okkur. Við erum með númer á bókinu og getum alltaf sett hérna á þetta stað. Gestin ekkert að pæla í númerunum á bókinu. Og svo var alveg gríðarlega stór handbókakostur upp á efri hæðinni, þetta Garðatorgið á 2. hæðinni. Og það, ég vildi bara sjá allt í útland, planið fyrir árið síðan. Og þá þarf að hafa í huga líka, við þurfum að taka nýköpun inn. Við erum ekki að fara að brjóta hérna 10 hæðir niður samið, þannig að það þarf alltaf eitt gafn kemur inn, þá þarf eiginlega annað að fara út. Og það líka bara í fræðunum. Ferðarhandbók gott dæmi. Hún gömul og við eigum ekki einhver aðra bók Singapúr eða eitthvað. Það bara borgar sig ekki að hafa svo gömul upp í hillu, hún bara fyrir. Það vill enginn fá úrelt gagn, við erum að gefa það villandi upplýsingar. Þurfum að hafa það líka í huga þegar maður hugsar þetta, gagnin og gagninu. En út af þessu öllu, þetta plan, þá er fullt af áskorunum sem að stendur fram fyrir. Eins og á Garðatorgi, þá erum við með rosalega langt og mjótt safn. Og við erum með efri hæð, það er starfsmannaingangur frá öðru plani. Aðalinnggangurinn sem gestum kom inn á plani af torgi sem erfitt að fá fólk inn á og svona. Það ýmsir erfiðleikar hana. En safnið bara of lítið. Ég meina, 2028, ef við vera 34.000 manns með 700 fermetrar safn á 2 hæðum og eitt útibú í samsteypu 160 fermetrar. Það náttúrulega ekki að gera sig. Við erum 15.000 í dag. Og svo þarf maður að hafa þetta náttúrulega allt í huga. Þetta er útlánum að fækka. Við tölum alltaf það, útlánum sé að fækka. Til þess að sannfæra að við þurfum samt stærra safn. En bara gestum fjölgar. Fólk vill koma að safna sig. Það ekki endilega að taka jafnmarga bækur eða tímarit eða hvað það gerði. Það vill bara komast, það vill hafa hana vettvang. Þannig að við þurfum stærri vettvang. Og önnur áskorun hjá okkur í Garðabænum, ég fór að reikna þetta upp. Við vorum bara með færri krónur og hvernig íbúa, færri starfskyldu eða íbúan en gengur að gerast í kringum okkur á Garðatorginu. Þannig þetta er svona ýmsu að taka og maður svona reynir í núna hverju einustu fjárhagsáætlun. Þegar ég byrjaði þá þurfti ég að skilja fjárhagsáætlun daginn eftir. Þannig að þá segir sér sjálft að ég gat ekki verið mjög ítinn, en núna var ég all ítinn. Ég var mjög ítinn eða minn þess að koma sinna. Þannig að ég aðeins svona gat tíkt þetta svolítið upp. Já, þetta skilgreinar hlutverki. Við þurfum að gera á Garðatorgi, þetta er orðið yfir 10 ára gömul hérna menningarstefnan í Garðabæ, þannig að mér langar að fá nýja fyrir safnið allavega. Það er tekið tillit til þess að við séum menningarmiðstöð, en það þarf að koma allir hinni inn. Þetta nefnilega kemur til breytingum, svo mikið við þessu breytingu sem í gangi. Þetta þarf að vera í lagi, maður þarf að hafa undirskrift frá menningar og safnanefnd eða þeim pólitíku sem þetta tilheyrir. Og já, ég segi líka að rafbækur online er þetta ekki búin að vera áskorun í milljón ár. Þetta fer að koma. Núna er þetta eiginlega verið nokkuð ljóst, þetta er að koma á næsta ári. Þannig að, og við séum að deyja út, við höfum alltaf staðist tímastöðum bókasöfnum, þannig að ég með enga áhyggjur af því. En þannig að strax 2015, þá bara var sett á dagskrá, bara fleiri viðburði, eins og hægt er bara, og við höfum pening til og bara alla það sem vilja koma og gera eitthvað ókeypis fyrir okkur, það er bara, já, komdu. En það virkar. En þá leiðum að auglýsa viðburðin. Þá það mætir ekki 700 manns á viðburðin. Þá mætir kannski bara örfáir. En þá fólki sem að koma eftir á, svo flott viðburði hjá okkur, það mætir samt ekki, en það tekk auglýsingum hennar núna. Svo bara fjölgar rólegleikum, þannig að fólk vil koma á þetta. Við þurfum ekki að fá þannig að það sé ekki komast við í safnið fyrir fólkum þegar við viðburðin. Það er allt í lagi. Og klúbbar, við erum alltaf opið fyrir öllum klúbbum, við erum að prófa ýmislegt, það er kannski endilega alltaf virka hjá okkur þarna, alltaf klúbbarnir Þessi einna helst handánaklúbburinn hjá okkur, ég veit ekki hvernig það virkar hjá ykkur, ég veit ekki að það er mikill áhugi á Garðatorgi, með eigur út á Nesi. En hvað gerir maður þegar maður vill gera svona plan? Maður fer og talar saman. Hvað getum við laga? Hvað viljum við breyta? Þess að tekið svona, þetta er eitt skot að einu borðinu svona starfsmannafund. Þannig að ég óða enn að skrifa þarna, það var svona hluta spurningum sem við svöruðum þennan dag.
Svo setti síður og pikkaði allt inn. Þannig að við höfum við breytingarnir. Hver einustu breytingu að tala um. Við erum að gera það saman. Og hvað skiljaði það? Jú, við fengum eldhúskomu. Alveg frábært. Það svo mikilvægt að hafa kósí og það eitt í kringum sig. Sko við starfsfólki verðum að hafa gaman í vinnunni og hafa kósí í kringum okkur. En þess að sko Langteig, hvað segir hann alltaf hann kemur inn til okkar? Og spyrjum hann aðeins. Hann vil hafa kósí hot og hann vil hafa notalegt og skemmtilegt á safninu. Hann hafi eins gott að það sé hjá okkur líka sem vinnum hana. Mjög mikilvægt. Já, ég ætla aðeins að segja ykkur uppröðinni. Þess að hvað má fara upp hjá okkur? Þetta var á þessu fundi sem við fættum mjög mikið þessu til dæmis. Á þessu fundi og það var búið að búið til ferðahorn og sem er svona ferðahandbækur. Það sett okkur vekkur hjá okkur. Og þegar maður barnabyrð, það er svona vínabækur og svona alls konar, ekki bara til höfundum. Þannig að fólk getur að ég er að fara að eignast, það er barnið okkar að eignast systkini hérna, ég er ólétt. Það bara er húlisbækur. En að skoða þennan kassa. En ég strax stoppaði við eins og ævisögur og svona, ég fann það bara aldrei eitthvað svona. Þessu fyrstu 100 daginn sem ég var að segja ykkur frá, svo mikilvægt að muna það þegar maður kemur að sátt. Það er að fara að vinna á. Og ég var svo heppin, hún var sammálaður. Það mætti laga þetta. Þannig að það voru skáldsögunar og svo tókum við ævisögunar og ævisögur fætti út og settum með. Ég ætla að vera lappa út af því að það var svo helviti leiðilegt. Ég er að opna það ekki. Já, þannig að við setjum það svona í svona, hvað var að segja, svona klingur í gegnum safnið. Afgreiðslan er á milli. Og svo heimilishornið. Við bjuggum bara til heimilishorn. Það sem fólk getur verið að prjóna, það er handæðinina, það er meðgangarna, það er fæðingin, það er matreiðslan og það er leikir. Veiðin er ekki hérna með, við setjum hana bara hún er í handæði hornið sem maður segir sko. Það er kannski ekki fylgt. Það kringir samt heimilishorninu veiðin, skiljið, en hún er í handæði hornið bara. Og leikir og svona. Og svo kom sagan eftir skáldsögun, eftir ævisögun. Og settu sögun. Og það landafræðina, sko, landafræðin er menn, ferðahorninu, að þetta er svo skilt. Þannig að þetta er bara á sömu slóðum. Þannig við brutum þetta svoleiðis upp. Við nördarnir fáum að halda aðeins númerunum okkar. Þessi númerum er bara ræða þarna, skiljiði. Svo fær eina ákveða hvað fer í ferðahornin, það er náttúrulega, það er sér nægt, það er svolítið erfitt að sjá munin á hvað er ferðahandbók eða hvað er eitthvað annað, sko. En gestirnir, þetta er bara hentar þeim, alveg fullkomlega. Nú og svo með ljóðin, sem maður heyri alltaf, ég les engin ljóðin, okkur leiðist og kaupa ljóðabækur þó við kannski lesum það sjálf, það er ógillega leiðilegt hvernig við komum fram með ljóðin kannski stundum. En við breyttum sem bara í vegskreiting, vitið þið. Vil ég sýna það sé á myndaði eftir. Þetta er bara á aðalstaðnum sem vegskreiting, þetta er bara svo meðfram, þetta er rosalega, kemur bara skemmtilega út. Ég á hins vegar þetta aðtuga hvort að það hafa aukist utan á ljóðin, það kemur í ljós seinna. Og við fjölgum útsillingum og sko þegar ljóðin fór í vegskreitingu og fengum þetta skemmtilega ungmennahorn sem er eiginlega bara, það er barnadild og svo fá það eldast sko, svona í rólegheitum. Og svo tókum við það sem að svona er ekki eins heitt og settum upp á aðra hæð. Það var listir og tónlist, það var niðurstaðan. Við ætluðum að setja ljóðin á okkar, sjálfsagt líka. Og leikrættum. Við hættum í það, við höfum þau hann í skreitingu í bili. Nú þegar maður er að gera þetta allt saman, þá erum við að taka stöðunni, þannig að auðvitað töluðum við gestir. Maður gaf sér ekki bara eitthvað fyrir því sem gerast fyrir ykkur 5 árum síðan, þeir sögðu þetta þá eða eitthvað. Þannig við aðeins töluðum við gestina, það er sem sagt, þá kom þetta sem sirkiljós. Það eru 50% sem vilja fá rafræn útlán, en ég vil bara meina það hinn 50% vita það ekki, þeir vilja rafræn útlán. Það bara segir sér sjálf, þau bara fatta þetta í janúar. Og þau vilja upplausn, fræðslu og vilja hafa kaffihús og þau vilja hafa kósí og þau vilja hafa sko alls konar bækur, aðalegu þetta glæpasögur og ævisögur og venjulega skáldsögur. Og svo vilja tíma þetta allt fyrir því. Sérstaklega sem við kemur heimilin og heilsu. Það var svona sem þetta spjall skila þessar. Það var svona stór könnun sem við settum á stað, það var eiginlega meira rannsókn núna í settum.
Já, svo ætlum ég bara að sýna ykkur myndir. Fyrirmyndir og eftirmyndir. Hvernig sendi ég mig í tíma? Ég er að stela allt í lagi bara. Þannig að þetta kalla ég fyrirmynd, sko, vegna þess að þetta var áður við breytum. Ég taki ég eftir stíganum og súlunum hana. Atriðið er mjög lítið samt, sko, lítið fáa fermetra. Og fórum þessi sami staður og opnum hana. Þetta var bara sem hillalið sem pullunar eru, náðu bara þangað. Þú vart að komið meira í þessa átt. Kom þetta skemmtilega hús undir stigann, og bara smíðað undir stigann. Það kom mér undir áðan ég kom, sko. Mjög smart. Og þetta er eftirmynd. Við fáum alltaf fólk að spila gítar og syngja þarna. Bara reglulega. Kannski ekki alveg. Fólk má alveg gera það. Þetta er líka eftirmynd. Þetta er hérna Rósa að gefa bókapokar. Þarna, hún er verkefnastjóri barna- og ungmennistarfs í okkur. Ég veit að ég á að fá því, sjáðu myndgæðin. Ég þarf alltaf að samfæra til fjölskylduna að ég komi með nýjan síma. Ég er svo sjálfran. Það fer að koma. Ég er bara samfæra börnin allavega. Hérna horfum við inn í banddeildina, vinstra megin horfum við inn í banddeildina og hægra megin eru að horfa inn í nýtt afgreiðslusvæði. Þannig komið útstilling, þar sem stjarnan var bara afgreiðsla. Og það getur klukkunni þann uppi. Þannig að þetta er mjög óskýrt. Og það getur líka til hvernig ljóðin eru þarna í kring. Þetta er svo skreytingin hjá okkur. Ljóðabækurnar hérna. Og þetta eru lágar hillur. Þannig að þau gleypa mann ekki. Lágar hillur er eiginlega svolítið smart. Í svona, allan í þessu tilfelli. Þetta er fyrir, sjáu klukkuna. Sjáu hvað hérna lítið pláss þarna. Og tónlistin er þarna vegna fyrir aftan sem við farum við. Og þessi skápar, þetta voru alveg 7 tvöfaldir skápar sem voru fyrir aftan. Og þetta er eftir. Ég setti þetta ekki betur uppsetting, en myndiskar bara útlána myndiskar fóru bara sjúkt þegar við settum á þarna. Að við eigum alltaf þessar myndiskar að gera bara fólk fá þetta lánað ókeypis. Eins og ég segi, það er svona fyrir skildur einhvern tíma, þegar fólk er með 200 kall á dag. Og svo er mér náttúrulega bara hvað í gangi, þannig að það er að gera og við erum með hljóðbækurnar þarna og svo erum við með krimmaútstillingu og eins og segi, ljóðin aftur þarna í skreyt. Ljóðin er ekkert svo slæm, sko, það er ekki að nota eitthvað svona. Já, alveg. Þetta er fyrirmynd. Fyrirmyndinu okkar. Þarna sjáðu afgreiðsluborðið þarna yst, sko. Það fór sem sagt. Þú veit, það var líka starfsstöð fyrir aftan þetta sem við að færa við. Fór semst einn starfsstöð og fórum úr 3 tölvum í 2. Við erum sjálfsafgreiðsluvél bara þarna við, eiginlega afgreiðslunum. Fólk notar hann alveg, sko. Ég er innan. Þetta er líka eftirmynd, þannig að sjáu þið skápana. Þeir eru nóg og mikið skrimsli, þeir eru 4, færið þeir voru 7. Það var alveg svakalegt. En við erum ekki, sko, við fengum enga pening í þetta, líka að taka það fram. Ekki mikið, þetta breyta, ég sýn ykkur villur sem þetta gæti að hjólundir, fengum ekki mikið pening sem gera neitt. Og við lokuðum aldrei ekstra. Það var allt gert bara á ákvæmstu tíma. Þetta er fyrirmynd, Sigmar. Nei, hann hefur ekki komið. Hérna séu klukkunni aftur, hérna séu hvað frumta niður. Þetta var allt undur, þetta er bara eiginlega bara leiðum að dettur inn þessi afgreiðsla svona. Það gefur mjög tíma sem sjá allt til. Hérna erum við að taka til, en borðið hann er hægra megin ennþá. Þarna erum við að raða upp ljóðabókum og leikritunum í vísu líka, sko, það komum við líka með. En það er ein starfsstöð þarna inni eftir og ljósritunavél og svona, það er pláss fyrir það, ljósritunavél. Og við náttúrulega bara höldum áfram að þróast. Kannski bara verður þetta öðruvís eftir nokkur ár. Mjög smekklegt svæði orðið, allt opið og skemmtilegt. Herru, hérna er komið að fyrirmynd. Nú er ég að fara að sýna ykkur það sem heimilisofnið fór. Þarna er veggur með einhver listaverkum á og allt og svona. Og þetta er eftir. Hillan hann að vinstara megin er hérna á hjólum. Þetta er álfabókarsýningi sem er í gangi hjá okkur núna. Og við sjáum hæðamuninn á hillunum. Þetta er hillunum sem við erum með. Og við sögum af henni og settum hjólunir.
En þessi tilraun ekki hérna, hjólinn aðeins að blokka okkur, að trufla okkur og fara í gaflinn og eitthvað, þetta bara klúður hjá honum. Ég eiginlega bara íhuga frekar að kaupa hittur. Og sjáu þið, þetta fyrir mig. Sjáu þið kórinn, hvað hann stendur þarna. Þetta að vera að syngja þarna, þetta barnakór að syngja. Og sjáu stólana þarna. Þarna stóð kórinn. Nú getum við ýtt þessum hillum frá og allt bara miklu starra hérna niður. Það einhver smá, með þess að við ýttum aldrei hillana frá. Við vorum með sögugöngu núna í ágúst, við veitum ekki ýta þeim frá. Það var 100 manns sem komu 110 manns sem komu í sögugöngu og 100 manns í kaffið þarna á þessu svæði. Þarna áðan sem það voru að horfa á gestina standaði myndverkjum, það voru svona kannski 35 gestir og það var 12. Þannig að þetta rými tekur svo marga og við erum alltaf með lérstengin annarkvæmt þriðjudagsmorgun þarna í þessu horni og það eru 20 einstaklingar sem komið hérna. Hérna er þetta heimilishorn og var nú þetta heimilishorn. Nýtt til veggja og hérna ný útsetning líka. Þessi útsetning kom ofanfrá, það er allt sem heitlega samfætt, hérna hægra meginn. Hún kom ofanfrá og ég er að fara að vinna mig í það. Þetta er uppi, þetta er efri hæðin. Þið hafa nú komið að hana. En bara málið er, þetta er allt handbækur. Þannig að þetta lítur svo sakleysislega út, en hvað þetta tók á að uppræta þennan handbókakost. Það var alveg svakalegt. Og þetta er útlandsugt og svona hentum sömu bara. Ansi mörgum. Þetta er samt skemmtilegt. Í alveg mjög skemmtilegt. Svona er þetta, þannig er listinnar. Og þannig bara gangur. Ég meina að þetta sést svona bara hrika lítlar. Það er bara vítt til vegg, það er bara ein hilla og bara auðvitað brúttin í burtu og við erum enn með lespásuna þarna því það er svona smá ótstað að taka þá í burtu. Þeir sem koma hann svo ánægðir með lespásuna. Sérstaklega við mitt fastagest þarna sem er rosalega mikið fyrir að drekka handsprit og hann líst rosalega gott að mér. Ég meina, af hverju ekki skilja? Þannig að þeir fá að halda sig. En við leiðum um það, þannig að fara í handsprit að segja með heyrðu, viltu ekki fara út, skilja, bara, láta ekki verið að gera það hér. Þetta er tónlistardiskarnir og hérna fyrir aftan, þetta er upp á sér í dræðarhæðina sem við sáum hérna myndina. Þetta er alltaf svona ættfræðiverkur hjá okkur og það er ættfræðiklúbbur hérna annarkvæmt þriðjudag hjá okkur sem hýttist. Þeir eru alltaf þannig, en þetta er tónlist. Við erum ekki leggja miklu áherslu samt á tónlist, það er ekki mikið á tónlistarefni. Þetta er torgið sem við búum við og ég náttúrulega skjáðilega ramp hérna. Þetta getur verið rosalega flotta svaðir inn á bókasafni, skiljið þetta hér. Hérna, rosalega lofstundur ramp. Náttúrulega svona bara getur þetta torg. Já, ég er eiginlega að svara hérna spurningunni, sko. Breytinga vegna. Auðvitað er gott að setjast inn í sæti í eldhúsinu og svona, skiljið við, maður er alltaf að gera það. En breytingar er bara þróun. Það er bara takt eftir tíma. Við þurfum að vera takt eftir tíma. Og munið þessar eftirmyndir sem við erum að horfa núna, það er verða einn daginn fyrirmyndir. Það er kannski ekki svo langt, en þróunin er eitthvað svo hver. Það er alltaf verið að laga sig að hvað notandinn, hann breytir svo, sko. Hvað hann vill, gesturinn, við ekki með orðið notandi, gesturinn okkar breytist. Og ég á með draum, það er bókasafn. Þetta er tilvitnun í Shakespeare. Vér erum fallið að gera góðverk. Það er ákveðið sleðaljós í þessu. Einn möguleiki stælkurinn er einmitt, sko, er að brjóta niður hérna kom út á torgið ef við að halda áfram þarna þessu torgi. En ég sé fyrir þessi ísa hús sem er svona lyfjaverksmiðja. Ég myndi bara velja að við myndum kaupa hana og breyta því í safnahús. Það er rosa stórt hús. Frekar. En þetta getur verið kristalegt. Og þetta er rosalega, það gera svo mikið við svona torg. Það er rosalega kósí að mjög. Hvernig er ég bara búin með tímann? Það er nóg komið. En ég ætla bara að enda þessu. Við erum það til að gera góða. Takk fyrir mig. Er þetta spurningar? Nei, þá bara, já.
Jú, kannski eru ekki meina geymslu þar enn? Jú, við erum með geymslu og við geymum oft svona aukaeintök þegar maður svona bækur eru að, það er hægt að vera vinsælar og geta verið vinsælar eftir þessi 2 ár eitthvað svoleiðis sko. En við erum að geyma það, en það er næsta sem við ætlum að gera, það er að fara að taka til í geymslunum. Við erum að geyma allt og mikið. Við erum með þennan landsbókasafn sem geymir svo mikið bókum fyrir okkur til hvers að vera að geyma líka, sko, skiljiði. En má ég spyrja, útlánin af handbókum eru veikur? Aftrúðaðu? Nei, það má ekki handbækur útlánin. Nei, en lánið ekki inn á safnið, afnótasafnið? Nei, ég er með enga handbækur um það. Fólk getur bara tekið litlu sem fá orðabækur, ef ég skilja spurninguna rétt. Það fólk bara í útlán og sér svona orðabækur og nýðist og... Já, takk fyrir, komið í sæl. Mér langar að byrja að taka upplýsingu fyrir þessar fínu veitingar og kaffi og bakkelsi, eða kaffi hendan okkur, en bakkelsi. Og mér skilst að Kristín enda skrifna frekar casual, þannig að bara endilega spyrja ef það er eitthvað sem að jafn óhug. Ég sem sagt heiti Lísa Valdimarsdóttir og er forstöðumaður hér og tók við á svipuðum tíma og Margrét tók við í Garðabæ fyrir rúmlega ári síðan og er svo sem ekkert ókunnug þessu safni af því ég var hérna þegar safnið flutti á sínum tíma í þessa byggingu árið 2002. Þá var ég deildarstjóri þjónustu og tók þá þátt í þeirri uppbyggingu uppbyggingu sem við gerðum hér og þegar safnið flutti hingað og ýmislegt þá sem að ég kannski hefði viljað að ég hefði munað eftir, ég fór svona að rifja upp sem að ég hefði við geta nýtt núna í breytinguna. Það komið margt þá sem að var gott að vita í dag, eins og er alltaf með svona breytingar. Ég ætla að skipta þessu upp í nokkra kafla. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá undirbúningnum að breytingunum okkar, ég ætla að segja ykkur frá sýna ykkur fyrir og eftirmyndir og svo ætla ég að segja ykkur frá þjónustukönnun sem við gerðum núna í október, bara örstutt niðurstöðurnar. Ég held að það hafi það brett sem að segja frá. Þess að fljótlega eftir ég byrjaði hérna, þá fórum við að tala um breytingar. Starfsfólk var mikið að tala um breytingar, þeim fannst að vera komið tíma að gera eitthvað fyrir gesti og minn yfirmaður, forstöðumaður menningarmála í Kópavogi, hann var líka tilbúinn í að gera breytingar, þannig að við fórum að velta fyrir okkur hvað eigum að gera, hvenær eigum að fara í þessar breytingar, hvernig eigum að gera þær og svo náttúrulega hvað kostar þetta, það er alltaf það sem að skipta mestu máli, eða yfirleitt mestu máli. En fyrst og fremst fórum að velta fyrir okkur til hvers ætlum við að gera. Hvað er markmið? Hvað viljum við fá út úr þessum breytingum? Þannig að við settumst niður og settum okkur markmið sem eru þarna uppi á glærunni. Við ætlum að gera safnið nútímalegra, opnara og meira aðlaðandi. Við ætlum að færa safnið nær nútíma menningar og upplýsingamiðstöðum, svona eins og við þekkjum þetta eins og er að gerast í erlendis og hér líka. Og svo ætlum við að reyna og vonandi í framhaldinu af breytingunum myndi gestum og útlánum fjölga. Það sem við vildum fá, það listaði ég líka upp, við settum það niður á blað, við vildum fá aukið flæði út á safnkost, það var safnkost, var fyrir breytingar safnkostur hérna inni sem að lánaðist lítið út af því að hann var svolítið afskekktur. Þannig við vildum reyna að færa safnkosti til þannig að allt myndi lánast meir út. Við vildum fá betri nýtingu á húsnæðinu. Á sínum tíma skilst mér að starfsmenn hér hafa ekki verið mikið hafður í ráðum þegar arkitektar byggðu þetta hús, þannig að það kannski vantaði svolítið bókhaldselementið inn í arkitekturum, fannst starfsmönnum og finnst okkur eins og það var á því. Við vildum fá meiri notkun hér í þessum sal og við vildum fá huggulegri og fleiri setsvæði og stóla og húsgögn fyrir gesti. Eins og þið þekkið, það er það sem fólk vill, það vill komast í afskiptahornin og lesa. Við vildum fá opnara rými fyrir gesti, bjartara og opnara rými eins og margt það segja varandi háu hillurnar og sem loka á allt. Og svo vildum við sameina vinnusvæði, þau voru dreifð út allt hús og allar 3 hæðir vildum sameina þau á eitt stað og fá meira pláss fyrir líka starfsmenn, vinnusvæði bæði fyrir frágang, bóka og plöstun og svo eins bara fyrir starfsstöðvar. Við settum upp í upphafi tímalínu
Þannig að, já, við byrjum á þessu byrjum að huga þessi í nóvember í fyrra og fengum síðan og settum niður þessi markmið og hvað þá. Fengum síðan í framhaldinu upplifunarhönnun sem að hannaði bjó til drög fyrir okkur í desember í fyrra. Já, hvað upplifunarhönnun? Já. Það er æsispennandi. Já, það í rauninni bara hönnuður, innanhúshönnuður sem að kemur inn og reynir að búa til rými þannig að fólk fái sem besta upplifun inn í rýminu. Og ég segi ykkur, ég held að segja næstu glæri, þá fer ég yfir að hvað þessi upplifunarhönnuður kom með input inn í frá þessum drögum. Og við unnum síðan úr þessu sem að upplifunarhönnuðurinn kom með í febrúar á þessu ári. Við sem sagt settist á niður allir starfsmenn og tókum inn það sem að úr drögunum, það sem við vildum fá inn í breytingarnar og við tókum ekki allt inn sem að hönnuðurinn lagði til. Af því hann alltaf kannski þekkir ekki alveg, hún var að vinna bókasafni í fyrsta skipti, þannig að þetta var svolítið spennandi fyrir hana að prófa það, þannig að hún kannski var ekki alveg með þarfir gestana á hreinu, ekki eins og við. Síðan unnum við framkvæmda og kostnaðaráætlun í febrúar og mars og sömdum við iðnaðarmenn, við vitum að það er heilmikil prósess að fá þá til að koma réttum tíma og ákvaðum að loka síðan safninu þarna í 2 vikur, 4. til 15. apríl. Og heldum síðan opnunarheiti fyrir starfsfólk og aðra gesti, meðal annars bæjarstjórinn, þá mætti bara segja, mikilvægt á bæjarstjórinn. Og opnum síðan fyrir gesti 18. apríl, mánudaginn 18. apríl. Hönnuðurinn kom með ýmsar hugmyndir sem voru mjög góðar og við nýttum mjög margt af því sem hann kom með. Hún vildi fá meiri nýtingu á birtu inn á safnið, betri sjónlínu á milli hillna, eins og margur bara að tala ekki þessar háu hillur sem að loka á allt heldur, þannig að við höfum sjónlínuna, ég er með mynda eftir sem sýnir ykkur hvernig maður sér á milli hillana. Lesborð og fleiri lesborð og meira næði og líka lesborð þar sem er útsýni. Afgreiðsla í miðju húsinu, hún komin hérna upp á aðra hæð, á miðjuna á annarra hæðinu, hún var náttúrulega á annarra hæðinu, hún komin út á miðju gólf. Og skemmtilegra og meira kósí og spennandi barnadeild, þannig að það sé meira að gera fyrir krakka heldur en að auðvitað viljum að foreldrar koma að lesa með börnunum en við vitum hvernig það að krakkar vilja gera eitthvað annað líka. Og rými fyrir unglinga, eða skemmtilegra rými, við vorum með rými en við vildum aðeins laga það. Og svo sameiginlegt vinnusvæði inn á, eins og ég nefndi áðan, allir saman á einum stað. Stærra tímaritahorn eða setjustofu sem tókst mjög vel í sýningu myndir eftir. Og svo þetta eins og ég nefndi á hana, allir safnkosturinn fá að njóta því. En síðast en ekki síst, þá var það bara alveg frá upphafi ákveðið við ætlum að nýta þau húsgögn og það sem er til á safninu. Ekki að fara að kaupa inn hellinga húsgögnum og nýta því að það er ekki fjármagn. Það er sem allir búið að segja, maður alltaf að fara á það sem er skortum stefn. Já, við getum sýningar hérna. Hún sést, svona var myndin sem hún teiknaði upp fyrir okkur að sjáðu afgreiðsluborðið er glíkurinn hérna í viðinni og við sjáum sjónlínuna, þá þetta með birtuna, sjónlínuna og gluggarnir eru það gluggar alveg, þetta er við hæðinu gluggarnir, það er gluggar hér alveg og hún færði hilluna þannig að sjónlínan sjáist hérna. Gestir sjá alltaf út á birtuna, fá birtuna frá glugganum. Þannig að áður voru hilluna svolítið svona þvert á. Ekki alveg samt. Þannig að við tókum það allt til okkar og okkur fannst það svakalega flott hugmynd. Eitthvað sem við kannski höfum ekki endilega spáð í en einmitt akkurat upplifunarhönnuður sem að veit hvernig fólk upplifir sig í rými að hún sá þetta. Tímalínan, þetta var það komið. Svo settum við náttúrulega niður kostnaðaráætlun og við vissum í upphafi við fengjum 3,5 milljón í þetta verkefni og ég setti niður það bara sem á stærstu útgjaldaliðirnir, það er afgreiðsluborðið, það kostaði 1 milljón og ég er ekki að segja eitthvað með lengt og þið með alveg fá þessar tölur. Rafmagnið eins og við vitum rafvirkjar eru rándýrir, það tók 1 milljón og svo var restin þá IKEA var svolítið drjúgt, við keyptum heilmikið af nýjum hillum, við gerðum safnið svolítið bjartara, keyptum hvítar hillur, eldsveipa og að gera á borgarbókasafninu, einhvers staðar allavega. Og svo smíða að vinna einhver bólstran á húsgögnum og hreinsun á sófum
En fyrir utan þetta var svo málingavinna og gólfhúsum sem að fór á í rauninni eignasjóð bæjarins. Þannig að við sem betur sluppum í málinga tannfosna líka. Og það var örugglega djúpt, ég veit ekki hvað þeir reikningar voru. Og eins og ég sagði áðan, við nýttum allt sem við gátum, eins og barnadeildin. Hún er í rauninni bara endurnýting á því sem að til var, þó hún sé í rauninni allt öðruvísi. Við settum niður framkvæmdaáætlun og alveg bara lið fyrir lið eins og hér, hver á að gera hvað. Þetta sést svolítið illa. Og við settum niður teymistjóra á öll verkefni, á þrifin, á uppsetningu á hillum og teymi fyrir hvert verkefni. Og teyminu voru náttúrulega oft líka samanstóðu af rafvirkjum eða smiðum eða einhverjum sem við þurftum að fá utan hús. Við settum náttúrulega alltaf deadline á öll verkefni af því að maður veit það þegar maður með 2 vikur til þess að gera breytingar þá þýðir ekki að fara þannig í það. Við vorum með stöðufundi á hverjum einasta morgni á þessum 2 vikum þar sem við fórum yfir hvernig gekk í gær, staðan í dag, hvað þarf að gera í dag og þeir tókust mjög vel og við náðum alltaf, myndi ekki segja það, við náðum alltaf að standa við þannig að það sem við ætlum að gera yfir daginn og meira segja að iðnaðarmennir svona eiginlega næstum. Og svo voru náttúrulega iðnaðarmennir mjög vel undirbúnir, eða ég undirbjóð þá mjög vel, svona eins vel á hægt og passaði við kæmi örugglega á þeim dögum sem þeir voru búin að lofa að koma og hringdi þeir voru ekki hringir að koma á réttum tíma og eins með gluggahreinsun og allt þetta. Þannig að og við töldum að það var rosalega mikil vinna sem fór í það að telja allar hillur innan hús og öll húsgögn og finna út hvar hlutirnir myndi passa inn á eftirbreytingarnar. Praktísku atriðin varandi vinnuna meðan við stóðum í þessu. Við náttúrulega pössuðum það að auglýsa lokunina mjög vel þessar 2 vikur. Við pössuðum það að einhver myndi sinna skilalúgunni að meðan við varum með loka þannig að það voru ákveðnir starfsmenn í því og frátektum af því það var heilmikið vinna í kringum það að senda frátektur upp á Lindarsafn þannig að fólk geti sótt það. Þannig að það var allt í farvegi. Við náttúrulega mönnuðum afgreiðslu áhættir sérstaklega vel upp á Lindarsafni meira en áður, af því að það nýtti sér sem betur við Lindarsafn á meðan það var lokað hér. Og svo var opið sem sagt á náttúrufræðistofu á meðan það var lokað hér, þannig að við þurftum að passa það að loka okkar rýma af þannig að gestir getur farið með náttúrufræðistofu samt, þannig að hurðin var alltaf opið. Þannig að það var svona smá þykkt í kringum það. Auðvitað var mikið álag á starfsmönnum á þessum 2 vikum en ég held samt á heildinni líka að starfsmönnum að þótti þetta gaman. Af því þetta var svona svolítið öðruvísi verkefni heldur en vanalega eins og einhver sagði það er gott að hafa ekki gestina. Þannig og við fórum mjög vel yfir það náttúrulega með starfsmönnum að við erum þarna saman í 2 vikur, allir starfsmenn saman frá 8 til 4 að vinna þetta verkefni þannig að það þarf bara að vera gott samstarf á milli allra ef það gerist eitthvað tölum saman það og við þurfum að hafa góð samskipti. Þannig að það voru allir bara algjörlega tilbúinir í það bara við förum í þetta verkefni saman og bara klárum þetta á þessum 2 vikum. Og vinnutíminn var cirka 8-4 því að hann náttúrulega alltaf, þetta eru vaktir hérna en fólk mætti yfir bara á 8-4, sumir voru lengur og ef það var eitthvað sérstaklega sem þurfti að klára sem var oft. Ég passaði það að gefa starfsfólki hádegisverð á kostnað bæjarins þannig að bara svona, þið vitið hvernig þegar maður þarf einhverja útsýni til þess að þetta og bara þetta eins og ég sagði, bara hafa gaman saman og það var heldur bara algjörlega það sem við höfðum. Við fengum út í pítsu í hádeginu eða ís í kaffinu og það var bara mjög, allavega mín upplifun, mjög skemmtilegt verkefni og við bara urðum svolítið bara nánari fyrir vikið þetta starfsmenn. Endurbæturnar sjálfar, ákveðum að kursum að kalla þetta endurbætur. Við vorum náttúrulega með mjög gott samt fyrir en eftir breytingarnar að þá við vorum í rauninni bara að gera endurbætur á starfinu. Skipulagið, endurbæturnar og breytingarnar á skipulaginu voru þær að barnadeildin sem var upp á 3. hæð, hún er núna búið að færa hana hingað niður á 1. hæð.
fræðibækur og rússneskt efni sem var hérna niður á fyrsta hæð, það komið upp á aðra hæð. Afgreiðslan var náttúrulega upp á annar hæð og þar áfram en orðin sýnilegri hérna í miðjunni eins og ég sýndi ykkur. Unglingaefni og dægurmál, fantasíur og það sem það var upp á annarri hæð en komið upp á þriðju hæð. Og listirnar sem voru upp á þriðju hæð eru þar áfram en nú búið að gera sýnilegri. Það þetta sem ég var að segja hann í það, þetta með sýnilega safnkostum. Það reyna að fá meiri útlán á öllum safnkostum. Og svo eru starfsstöðvar sameinaðar upp á þriðju hæð sem ég get sýnt ykkur eftir þeir sem vilja. Það er búið að ganga með mig hringa eftir bara þeir sem vilja. Ég veit að það er margir mjög upptökkur. Og vinnu aðstæðan fyrir frágangin eins og ég sagði það áðan, hún var stækkun, hún var hérna upp á annar hæð bak við afgreiðsluna þar sem hún var áður og komin upp á þriðju hæð með miklu stærra og betra rými. Þetta eru bara nokkra myndir frá því að við vorum, sjáum við það af hverju þessir. Og þarna er til dæmis öll fyrsta hæðin bara komin hingað inn á borð og sem á svo fastast allt sem var hérna nefnir fyrsta hæð að færist upp á aðra. Þannig að þetta var heilmikið, það var hérna öllum safnkostinum var hérna, allir safnkostum var hérna færið til í húsinu, þannig að þetta var heilmikið minni. Þannig að það er Jakobína núna að skipuleggja eitthvað og þarna niður er skipulagsborðið, ég sagði þetta teikningar og þetta á borðinu. Smiðir og fleiri kaffistofur, það er að pússa allt parkett eins og hér og upp á kaffistofur og fleiri stöðum, þannig að það þurfti að passa það að það er allt rýmt á réttum tíma þannig að þeir getur komið þegar þau hentaði. Þannig að þetta var svona, þarna var afgreiðslan áður upp á annarri hæðinu þarna á parkettinu og svo þarna er að mæla fyrir nýja afgreiðsluborðið og svo að það komið upp þarna. Rafvirkjunum stuðum eftir kaffi og Bergljós að drífa við vorum ekki eins og ná öfluga ryksugur og ætlum að drífa allt svo rosalega vel allar hillur og allt var bara friðið þannig að safnið hefur aldrei verið að fengt eins og við erum opnum ákveðið afturlega. Svo bara enduði síðasti daginn svona það var safnaðar að gólfinu. En það sem að við fengum svo, við vorum með einhverja nýjungar eftir endurbæturnar að við ákveðum að opna safnbúð, tókum önnur safn til fyrirmyndar sem að ég veit að hafa gengið vel og opna safnbúð og hún er komin hérna um aðra hæðina. Við fengum fundarherbergi sem við höfum aldrei verið með áður, þannig að það er hérna upp annarra hæðinu líka, það er rosalega gott og er mjög vel nýtt bæði á okkur og svo það er sérst í boði fyrir alla að bara bóka fundarherbergi. Við breyttum aðeins heitum á deildum á hæðum. Við fengum upplýsingaskjá eins og Margrét er einmitt með, bara með því helstu sem er að gerast í dag. Hann er uppi í afgreiðslunni, deildur inn á afgreiðslunni og er með það frábært. Ég er mjög ánægð með þá hugmynd sem Margrét er með. Og svo breyttum við fyrirkomulaginu á listsýningunum, en þær hafa verið, voru hérna framvegð, þær eru komnar hérna inn í salin og það þýðir að það er komin meiri notkun á þennan sal. Meðal annars út af sýningan. Og svo fengum við nýtt útlit á öllu, sem sagt á öllu lúkki, sem sagt við fengum hönnur til að hanna fyrir okkur útliti. Ég veit að þetta er mjög einfalt, það er fyrir þessi punktur. Og við erum gerð mikið grínaði bara í punktur, en þarf að hanna punkt. Hann er komin í líka og það er ákveðin líti líka þannig að við notum þessi punkta alls þar og þetta er náttúrulega eins og hérna á þessari myndi erum við ákveðin letur og svo framvegis og þið hafið eitthvað síðan núna í auglýsingunum okkur. Ég ætlaði líka að tala um hvað hefði betur mátt fara. Í rauninni tókst þetta að mínum mjög vel, en við þekkjum öll sem stöndum í þessari breytingum heima hjá okkur annars staðar að maður þarf auðvitað alltaf að fá mjög nákvæm verðtilboð frá iðnaðarmönnum og þeir eru oft ansi erfiðir, þannig að á endanum enduðum við upp með aðeins hærri reikninga en upphaflega var átt en það var bara því að við fengum ekki þessi tilboð í hendurnar fyrir það. Þetta fór ekki gegnum framkvæmdadeildina og þetta var svona svolítið. Og ég náttúrulega var líka, og ég tek það alveg á mig, ég náttúrulega var að læra á það hvernig kerfið hérna virkar af því ég var svo ný, vissi ekki alveg hvernig ég ætti að tala upp á svona ýmislegt. En þetta er allt innan fjárhagsáætlunar sem er góð, eða kostnaðaráætlunar sem er frá því.
Og eins með þetta eins og ég var að tala að passa öll deadline að þau standist og það aðalega þá, þau stóðist þetta innanhús hjá okkur starfsfólkinu, það aðalega náttúrulega þetta fólk utanhús eins og upplöflega hannur að hann standi við að skila á sér ákveðnum tímum eða standi við að skila teikningum eins og hann var búinn að lofa eins og þetta sem dæmi eða rafvirkjarnir að þeir standi við vonum þegar tilvætti 11 kvöldur áður að reyna að setja upp upplýsingarskjáin en auðvitað var það bara gaman af því það var svo skemmtilegt verkefni. Og svo þetta að hugsa bara allt til enda, auðvitað er það ekki hægt, auðvitað kemur alltaf eitthvað upp á en ég man að þegar ég byrjaði hérna 2002 við vorum að vandræðast með afgreiðsluborðið hérna upp á annarra hæðinni, það var ómögulegt af því við vorum ekki með höfð með í ráði og svo er ég að gera nákvæmlega saman mistök núna, ég var ekki höfð með að ég setti mig ekki með í ráð varðandi hérna með í ráðum varðandi afgreiðsluborðið hér, auðvitað hef ég átt að gera það. Þannig að þegar við förum að gera þriðja afgreiðsluborðið Það verður sko alveg på... Já, það var alveg, rámstýrt og alveg frábært afgreiðsluborð. Það kom ýmislegt í ljós, það var vant að beygja sig niður við borðið og það vantaði skúffur og það vantaði hillur en það er við erum búin að vinna á því. Þjónustukönnunum, við ákveðum sérst núna hálfa ári eftir að breytingarnar, endurbreytingar voru búin að vera að gera þjónustukönnun og athuga okkar gestum þótti þessar breytingar og þannig að við gerðum þetta núna miðjan október eða fram 10 daga í október. Það var ekki mjög góð þáttaka, könnunin var eingöngu á vefnum eða á netinu en könnunin sýndi okkur samt það að þeir sem tóku þátt að 80% af þeim voru mjög ánægðir eða ánægðir með breytingarna og það var það sem við vildum náttúrulega fá út úr þessari könnun að heyra hvað við fundist það. Þannig að það var mjög jákvætt og við erum mjög ánægð með það. Og svo spurðum við einnig og það var markmið með könnunni að athuga hvað vildu gestir fá annað í boð en það sem í boði og tæplega 50% vildu fá fleiri safngögn, hvort sem það voru bækur eða diskar eða hvað það var og 37% vildi fleiri viðburði og það er bara eins og margir að segja, það er bara það sem er að gerast allavega almenningsbókasöfnum. Og könnunin sem var mjög ánægilegt og sýndi okkur það að gestir eru mjög ánægir með Lindarsafn en við vildum athuga líka á könnunina af því við erum náttúrulega svolítið að reyna að agitera þegar við viljum fá nýtt safn upp í Kópavog, upp í efri byggðir og 20% vilja það allavega þeir sem tóku þátt en við vitum að það er náttúrulega miklu meiri fjöldi af því að efri byggðirnar eru orðnar svo fjölmenn ferði, þetta er fleiri ferði. Bara það verður svona næsta stóra. Nú erum við búin með endurbæturnar, það var næsta verkefni að fá hérna nýtt útí fyrir hvernig það gengur. Svo ætla ég bara aðeins í restina af sýningu hérna fyrir og eftirmyndir. Þetta er svolítið smátt. Hér sjáum við fyrstu hæðina, þetta er efri myndin er alltaf fyrir myndin, það er eins og þetta var áður, það er starfsstöð og það var hérna fræðideildin og nú er komið sem sagt barnadeild hérna niður á fyrstu hæðina. Og þetta er eins, þetta er áfram fyrsta hæðina, það voru fræðibörnum að sjá í hittilnar hérna alveg út allt og svo hvernig barnadeildin hana er í myndinni. Já, þetta er bara annað sjónarhorn. Og þetta er hérna fyrir framan. Þið sjáum mjög ánægð breytingarnar niður á barnadeildinni, hérna niður barnadeildinni af því að það raunin var ekkert sem kostaði það. Það eina sem við keyptum niður í barnadeildinni voru þessar filmur sem voru settar á hérna bæði hillur og borð. Þið sjáum hvað við setjum ekki lit á hérna fyrir kortan. Já, og IKEA, reyndar það er. Og þetta er önnur hæðin, hérna á neðri myndinni er afgreiðslan eins og hún er í dag og efri myndinni er afgreiðslan eins og hún var þarna á sínum þá. Ég er næstu búin að gleyma þetta á þessu. Svo erum við tímulegis og þetta. Og hér er eins þetta baka afgreiðslan eins og hún var og nú er komin setustofa sem fyrir hérna gesti. Miklu stærri setustofa, hún var eitthvað fyrir það komin á aðra hæðin og það við erum líka með fasta gesti sem ekki kannski svipa hérna svona túmartin. Og svo eru efri myndin er þar sem var áður, hún voru áður hljóðbækur og fleira og nú er komin lesbór þarna til klukkan eins og hennu er myndið að þeir sem var að lesa hefðu útsýni. Ég veit ekki alveg hvað hann hefði útsýni og þetta er innst inn á annarri hæðinni, þar var
Já, en þetta er öfugt. Já. Já. Neðri myndin er fyrirmyndin, þar vorum við með fantasíu og myndasögur og við sjáum hvernig hipnurnar, það er eins og maður sér það núna, sko, það er blokkar á allt út sig. Hérna er einhvern veginn að falla svona, þannig að þetta er birtan sérst. Og þetta er á sama stað, þarna uppi gluggan á annarri hæðinni, þar er komin lesborð og neðri myndin er sérst eftirmyndin, þar er komin lesborð og svo fyrir upp á þriðja hæð, þetta er tímaritahotnið eins og það var upp á þriðja hæð efri myndin, svo neðri myndin, þar eru komin sérst listirnar. Það er komin að vera lítið segflókn í staðinn fyrir tímaritahotnið. Efri myndin er eins og þetta var, þar var tímarita, hérna þetta er svolítið lítilsetustofa fyrir tímarit. En listirnar eru þá komnar þarna í staðinn og við sjáum þess að lágu hýtturinn sem sem margir var að segja til að fá byrktan. Þetta er náttúrulega bara ítræðið, þetta er svo dýrtum þar. Og svo erum við komin hérna inn á þriðju hæðina. Þar var áður listirnar voru þarna innst og gestir voru svolítið áttaviti, vissi ekki alveg hvort þeir mættu fara þarna, kannski heldur þetta verið starfsmannarými. Þannig við ákveðum bara að gera það að starfsmannarými. Þannig að nú er komin saman í hérna sameiginlegt vinnusvæði fyrir starfsmenn. Og svo er þriðja hæðin uppi þarna sem að barnadeildin var og komin núna unglinga og fantasíu og myndasögur deild. Síðasta myndin hérna er nautakölva og nautkaffið, það var sem komið svolítið fyrir á svona stórum þungum borðum og við réttum á þeim settum á þessu leikakölvu hann á þetta hvíta, ljóta, háa borð þarna. En láta það duga þess að það var óbústökk fyrir hvíta. Já, fleira var ég nú ekki með að sinni. Er það spurningar? Nei, það bara segja, ég er alveg sammála sem er planið. Það fæði að hafa tekníkur og tekna inn á hvert dótið á að fara. Svo að maður lendir ekki í ókomum. Róslega mikilvægt. Svo var maður bara með starfsmann í því, það var rúmið sem að bara teiknaði inn alla hitturnar á réttan stað með plan. Og líka bara að reikna upp hvort við hefðum nú margar hittur inn í. Þegar maður svo mikið margar hittur á þessum bókum, það var þannig inn í þessari á þetta hæði. Er ykkur sem við viljum labba að hýrka eða er allir að... Já.